Þá vil ég minnast þess á þessu tímamótum að íbúar Fjarðabyggðar með stuðningi nágranna sveitarfélagana hreyfðu við ráðamönnum með skipulögðum viðburðum, íbúafundum, undirskriftum og blaðaskrifum þar sem sett voru rök miklu samgöngubót með ákveðnum en kurteisum hætti. Þetta mikla framlag íbúanna hér í umræðuna olli að mínu mati straumkvörnum því að ákveðið var að ráðast í gerð Norðfjarðargána. Nú gefum þessu fólki okkur sjálfum gott klapp. Sannkölluð þjóðhátíðarstemning ríkti í Fjarðabyggð laugardaginn 11. nóvember þegar Norðfjarðargöng voru formlega tekin í notkun rétt 4 árum eftir að fyrsta haftið í göngunum var sprengt. Þau eru lengstu jarðgöng landsins eða 7,9 km og leysa af hólmi erfiðan fjallveg Oddsskarð. Heildarkostnaði við göngin er 14,3 milljarðar króna. Það voru fyrirtækin Suðurverk og Metrostaf sem unnið að gangagerðinni og þurfti að sprengja 1651 sprengingu til þess að komast í gegnum fjallið. Þetta hefur gengið mjög vel og samstarfið við sveitarfélag gengið mjög vel og þannig þeir eru að þakki skili fyrir það. Það er að tekið aðstoð á ykkur eða komið upp ykkur mál. Nú svo náttúrulega hefur samstarfið við verkkaupa vegagerðina gengið mjög vel og alla sem þarf að koma eftir ritið. Þannig að við erum bara mjög ánægðir. Þið standið frammi fyrir að fara að búa til jarðgöng. Hvernig er þessi tilfinning svo að sjá afraksturinn? Hún er náttúrulega dálítið skrítin því að þú kemur hérna og þú sér bara grasískona hlíð og svo ferðu að atast í hlíðinu og fjallinu og við þannig að koma upp erfiðleikar og erfið mál en allt gengur þetta vel og svo náttúrulega rosalega gaman þegar þú kemur svona hérna og keyrir í gegnum fjallið. Þetta er svona skrýntilfinning. Er eitthvað sem hefur komið ykkur á óvart frekar en annað í þessari vinnu? Nei, það má alltaf búast við ýmsum uppákomum. Við lentum reyndar hérna í svona mjúkum jarðlögum, töfðu okkur dálítið en ekkert sem við reiðum ekki við. En ekkert sem hefur hamlað það að þetta mannvirki gekk upp. Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir göngin skipta gríðarlegu máli fyrir austfirskt samfélag. Fyrst ber að nefna kannski öryggisþáttinn. Við náttúrulega erum að fara úr því að keyra nánast á jafnslittu núna yfir sjávarmál, úr því að hafa verið að keyra í 600 metrum og í gegnum göng sem eru fyrir löngu barnsins tíma. Þannig að öryggisþátturinn er nú kannski og svona þægindin að þau verða miklu meiri og þetta hefur gríðarlega mikil áhrif á samfélagi hérna vegna þess að það er svo mikið af lykilþjónustofnunum í Neskaupstað. Það er umdæmissjúkrahús okkar, verkmenntaskóli, það eru gríðarlegir flutningar frá einni stærstu fiskihöfn landsins héðan frá Neskaupstað og síðan yfir. Og svo bara er þetta að hjálpa til við að gera lífið skemmtilegra því að nú verður auðveldara að sækja menningu og þjónustu til Neskaupstaðar og ekki síður frá Neskaupstað tilbaka bæði á aðra staði hér í Fjarðabyggð og Austurlandi öllu. Þannig að þetta hefur gríðarlega áhrif á Austurlandi öllu. Og hérna er búið að ganga undan með góðu fordæmi undanfarnum árunum í sameiningu sveitarfélagana og lykilatriði þegar þau verið að sameina á stóru svæði þá eru samgöngur núna algjört lykilatriði og þegar við sameinuðumst hér Suðurfjörðum, Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði að þá voru náttúrulega Fáskrúðsfjörðgöngin algjört lykilatriði til að tengja þetta saman. Það má segja að núna sé bara punkturinn komið niður yfir. Það er búið að taka niður við erum komin niður af fjöllunum og þá verður allt lífið hér miklu auðveldara. En þó við skulum nú bara staldra við þetta og gleðast, hvað til þú vera næsta samgöngubót hjá okkur í fjórðungnum? Það er alveg á hreinu að það eru göng frá Seyðisfirði og nú þurfum við einhenda okkur í það að hjálpa til við að koma þeim á. Náttúrulega til að byrja með þá er spítalinn hérna og það er náttúrulega svo margt annað. Þetta náttúrulega tengir saman samfélagið bara frá ferðaþjónustu, það tengir saman atvinnugreinar og það tengir okkur líka sem bara íbúar, taka þátt í kórum, taka þátt í öllu svona smástarfi sem stóru starfi. Þannig að þetta á eftir að breyta rosalega mikið þessu munstri hér, byggðamunstri. Þurfum ekkert að vera að hugsa um það hvar ætlar að búa að þú þarft að fara yfir fjallveg. Ef ég vil vinna á Reyðarfirði en búa á Neskaupstað þá er þetta allt saman opið núna.
það var það ekki áður. Svo fáum við líka skarðið til útivistar í staðinn og það náttúrulega alveg dásamlegt sko. Geta stunda útivist þar og engin bílaumferð og mikil upplifun. Ég horfi líka til þess. Ég bara að óska okkur öllum til hamingju. Þetta æðislegt. Mikið hefur mætt á vegagerðinu við vetratíman við að halda veginum Oddsskarð opnum. Þetta mun náttúrulega breyta heilmiklu fyrir okkur. Það er náttúrulega að þurfum ekki að hugsa veg sem er upp yfir 600 metra hæð í göngum sem er einbreið og náttúrulega þurft að sinna heilmikið. Í staðinn erum við að hugsa veg hérna á láglendi í gegnum ný göng. Það er með miklum búnaði, öryggisbúnaði og öðrum stýribúnaði. Þessi barátta við veturinn og hérna í hálku og snjó og Oddsskarði, hann verður bara, hann liðið tíð. Hlífar Þorsteinsson hefur rekið rútufyrirtækið Austfjarðaleiðir 30 ár og eru því ekki margir sem hafa keyrt oftar skarðið í hvaða veðri og færis sem er. Þegar mest var þá voru bílar frá Austfjarðaleið svona á klukkutíma fresti, allan sólarhringinn yfir skarðið. Við vorum að deila ferðum niður á uppbyggingatíma álversins og þegar mest varum að vera. Það er svo margt sem er breyst bara í samfélaginu með öflugri snjómókstustækjum og með breyttri atvinnu. Það kallar þetta bara á meiri og tíðari ferðir. Við vorum að þvælast á snjóbílum hér endalaust í eina tíð, berandi vörur, kannski mörg tonn af vörum, flutningabílarnir að brasa líka og við svona hjálpast að við að komast yfir. Hengjandi sjúkrabíla þannig í snjóbílinn og þá sjúklinga yfir í hann líka til að flytja hérna á milli bíla. Þetta er orðið nýja staðan, það er orðið greiðfært alla daga ársins eða svona mestu. Mun þetta breyta eitthvað í ykkar markmiðin með verkefnum? Við erum að fara hérna hæsta fjallveg sem er á milli byggðarlaga, brattar brekkur. Það var engin vél nógu stór, það var engin drifbúnaður nógu öflug, engin bremsubúnaður nógu öflug. Það er alltaf að taka það stærsta og öflugasta sem til var og láta sér framleiða fyrir sér bíla eða breyta þeim sjálfur. Núna getur maður bara keypt bíla eins og þeir koma fyrir úr verksmiðjum heiminum, eins og þessi bíl sem við erum hérna í núna. Það er náttúrulega keyptur út af því að þessi göng voru að koma og þá var hægt að gera svona, kaupa svona normal bíla. Þessi framkvæmd skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur í fjórðungnum. Þetta er bæði mikið öryggisatriði fyrir okkur að hafa svona góð og vel hönnu og vel smíðu göng hér til þess að tengja fólk saman. Og svo erum við bara á Austurlandi svo áhugavert og skemmtileg samfélag. Við viljum umgangast hvort annað og það að geta komist greiðlega á milli staða er lykilatriði í því að búa til gott samfélag. Jón Gunnarsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, var að vonum ánægður með daginn og er bjartsýnt varðandi áframhaldandi samgöngubætur eystri. Þetta er bara stórkostlegt og auðvitað gríðarlega mikið framfaraskref fyrir þessa byggð hér sem að tók það stóra skref að sameinast fyrir nokkrum árum og hér opnast leiðin og verður greið á milli þessara byggða kjarna. Gjörbreytir auðvitað öllum aðstæðum fyrir hér innan sveitar til þess að skapa möguleika á að þetta sé eitt atvinnusvæði, eitt þjónustusvæði, eitt heilbrigðissvæði. Næstu skref núna er á Vestfjörðum, þar höfum við hafist hanga, þá er ég að tala í jarðgangagerð, þar höfum við hafist handa við Dýrafjarðargöng sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir það svæði sem að núna er það sem byggðaþróunin er núna snúast við. Ég hef sagt það að eftir að þegar verður komið svona lokum þeirra gangagerðar að þá geri ég ráð fyrir því að næstu stórverkefni í jarðgangagerð verði hér fyrir austan aftur. Það er mjög mikilvægt í mínum huga að rjúfa vetrareinangrun Seyðisfjarðar og ég skipaði starfshóp til að fjalla leiðarvalið við þau jarðgöng. Hann á að skila niðurstöðu á þessu ári og þá getum við hafist handa við að undirbúa þau skref. Það var aldurshöfðinginn Stefán Þorleifsson, 101 árs Norðfirðingur, sem keyrði fyrstur í gegnum göngin eftir að klippt hafði verið á Borðan. Stefán hefur lengi beðið eftir þessum degi. Þetta eru miklu merkari tímamót en fólk gerir sér grein fyrir. Þetta eru miklu merkari. Þetta er eiginlega til þess að sameina sveitarfélög. Þá er það alveg númer 1 að samgöngunar séu greiðar á milli. Þá fyrst er þetta orðið heilsteypt samfélag og síðan að þessi sveitarfélög voru sameinuð þá er þetta eiginlega orðið svo miklu breiðari hópur sem að maður
þekkir og umgengst. Og þetta er ekki neitt að skreppa núna á milli þessara sveitafélaga. En þegar ég var ungur, þá þurfti maður að ganga langar leiðir yfir fjöll og fyrnindi til þess að geta hitta þetta fólk sem að vissi svo þó að var skyldfólksmanns. Þú fékkst þann heiður að keyra fyrstur gegnum göngin og keyra ráðherra í gegn. Hvernig var sú tilfinning? Hún átti svolítinn aðdraganda. Þannig var að fyrrverandi samgönguráðherra Kristján Möller var á þorrablóti hjá okkur. Og þá sagði ég svona við hann, þú lofa mér því að keyra í gegn Norðfjarðargöng þegar þau koma fyrst degi. Já, sagði hann, tókust í hendur og hann stóð við það. Við keyrðum fyrstir í gegn göngin. Og nú er þessi dagur komið, það er búið að vígja þetta eftir öllum þeim siðareglum og venjum sem menn gera þegar verður að vígja eitthvað sem er verulega merkilegt og skiptir miklu máli fyrir íbúana og alla sem að njóta þess og ekki síst fyrir alla framtíð. Þetta er að hugsa framtíðina, það eiga allir að gera. Það er skylda hvers manns. Reyna að skilja þannig við þjóðfélagi að það sé gott fyrir þá sem taka við.